Já, sælverði, Ólafur Jónsson heiti ég, Óli Ufsi kallaður. Það er gaman að segja frá því í dag að við opnum heimasíðun okkar í gær, sóknarhópurinn.is, sóknarhópurinn.is, flott síða, margar heimsóknir og þarna er hægt að koma í heimsókn til okkar hvenær sem er. Þetta er núna heimilið okkar, kastalinn okkar, þaðan sem við ætlum að verjast ásókn kvótagreifana í auðlindin okkar. Og þið er náttúrulega að koma með í það. Þetta er orðið, þetta þróað hjá okkur á stuttum tíma sem sýnir að fólk vill gera breytingar og ég vil endilega hvetja ykkur einu sinni enn til að koma, stækka hópinn okkar. Við erum stór og sterk gegn þessu ægivaldi grækinar sem ætlar allt að drepa í þessu landi. Nú, ég er komin í dag til að fjalla landsbyggðina, hvernig landsbyggðin komst af fyrir kvótakerfið og þá eyðileggingu sem hefur orðið síðan. Þetta er mjög ljótt mál. Hvernig kvótakerfið hefur eyðilagt búsetu, atvinnumöguleika allt land. Og þetta er bara alveg hrikalegt og maður verður bara dapur, bara að horfa til þess hvað hefur skeð. Eins og ég segi, ég var með í sóknarmarkinu. Þar var svo gaman þegar maður sá, lítil bæjarfélög, þau söfnuðu saman til að geta keypt einn togara. Það var nóg kannski fyrir 1500 manna byggðarlag eða 700 manna byggðarlag. Þess vegna það var nóg að kaupa bara einn lítinn togara. Það gerði gæfumuninn fyrir þessi pláss. Allir fengu vinnu, kannski ekki alveg í fiskinu, menn strákandi fóru á bátinn, stelpunnar fóru í frystihúsið. Nú það var meira peningum, flæðandum bæinn, það þurfti að gera við hlerana, það þurfti að gera við vélina. Allir komu að. Það fjölgaði í bænum. Í helgafríum, það fjölgaði líka í bænum svoleiðis, svona að skólarnir voru þröngsetnir, kennarar komu í plássið. Það var allt sem kveiknaði við að hafa einn togara sem kom einu sinni í viku, kannski á mánudegi og þriðjudegi, fiskurinn fór inn í húsið. Þetta gerði það að verkum að þessi bæir voru glimrandi aðsetur fyrir fólk sem vildi ekki vera í skarkalanum, naut þess að vera í heimabyggð og fékk að vera í heimabyggð. Var ekki þvingað til þess að flytja. Nú, þá kom kvótakerfið og báturinn var ekki lengur gulur. Hann kom aldrei aftur í heimahöfnina. Honum var hreint og klart stolið frá fólkinu. Þannig bara var það. Peningarnir sem fóru í það að kaupa það úr plássunum voru bara sóttir í Landsbankann. Fólki fékk ekki að veðsetta kvótann sinn. En kvótagreifinn, hann var svo klár, hann mátti veðsetta kvótann sinn áður en hann keypti bátinn. Svona fóru skipin, hvert af öðru, frá heimahöfninni og eitthvað. Þetta er alveg ömurlegt, eins og ég sagði ykkur strax í upphafi, það er ömurlegt að þurfa að tala um þetta.
Ég horfi mikið til Vestfjarða og þá glæsilegu uppbyggingu sem þar var. Hjá þessum glæsilegu skipstjórum sem komu þaðan og vissu sannarlega hvað þeir voru að gera. Leiddu flotan í þorskveiðinni, þessi strákar. Það var ekkert eftir. Þeir eru komnir tvist og bast heiminn. Jú, það er einhver mannlíf í þessu og einhverjir sem hafa fengið afskriftir eru komnir með litlar vinslur þarna inn, einoka þær. En þetta er engin pláss lengur í glæsileika frelsisins eins og þá var. En nú bjóðum við þetta, sóknarhópurinn, nú bjóðum við að taka kvótann og afnema hann. Bæta við skipum, maður reiknar með í fyrstu atriðinu svona 25-30 skipum, ekki til fyrri eiganda kvótans, alls ekki, bara til nýliðunar. Já, nýliðunar, það er ekki nýliðun þegar að rafvirkjasonur verður forstjóri LIU sem má ekki heita LIU. Það er engin nýliðun í sjávarútvegi. Það er nýliðun í sjávarútvegi þegar nýr eigendur eignast skip og fara að veiða. Með sama rétt á miðunum og allir aðrir. Nákvæmlega eins og stendur í lögunum. Fiskveiðistjórnin gefur engum umfram rétt á aðra. Það er bara svoleiðis í lögunum og við skulum bara fara eftir lögum. Þá sér maður það að allur fiskur færi á markað. Það yrður kannski svona 3-4 vinslur á litlum stöðum sem myndu keppast fiskinn. Sumir væri á þessu markað, aðrir væri á öðrum. Þeir myndu lifa sem kunna, hinnir yrðu að fara að gera eitthvað annað. Síðan væri náttúrulega markaður í næsta bæ og það má alveg flytja fiskinn á milli og ég sé ekkert að því að flytja fiskinn landshorn á milli. Ef að kaupandinn sé sér hag í því. Þá segja þeir, já, þá er greinin ekki eins hagkvæm. Fyrir hvern á greinin að vera hagkvæm? Fyrir hvern á sjávarútvegur að vera hagkvæm? Einhverja einokunar pleppa? Greinin á bara að vera hagkvæm fyrir þá sem taka þátt í henni. Og það tekur enginn þátt í henni nema að hann hagnist á því. Og ef hann vill flytja fiskinn til þess að hagnast á því með því, þá bara gerir hann það. Ríkið á ekki að úthluta lífi og dauða í atvinnulífinu. Svoleiðis bara á það ekki að vera, strákar. Við getum ekki allir verið framsóknarpleppar. Takk fyrir í dag.